Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Þetta grunnskólinn á Þórshöfn. Nemendur eru rétt 70 í 5 deildum. Þar af 20 sem búa í nágrenni þorpsins. Skólastjórinn segir að vel hefði gengið að ráða í allar stöður í ár. Þegar við á N4 vorum á Þórshöfn stóðu yfir fjölgreindarleikar í skólanum. Allir tóku þátt og greinilegt var að áhuginn var mikill. Þetta virkar þannig að það eru sem sagt stöðvar út allan skóla. Við vorum með 12 stöður í gær og 12 í dag. Og þar eru að reyna á hinnar ýmsu greindir, þar að segja stærðfræðigreind, samskiptagreind, hreyfigreind, þannig að við leggjum hinnar ýmsu þrautir fyrir krakkana, skiptum skólanum í 10 hópa, þvert á árganga, þannig að kannski einn í hverjum árgangi og elstu krakkarnir eru hópstjórnendur og svo fara þeir á milli og reyna ýmsar þrautir. Og þetta mjög skemmtilegt og líka mjög krefjandi fyrir starfsfólkið að finna upp einhverja svona áhugaverðar og skemmtilega þrautir. Þetta sem sagt ákveðin hugmyndafræði? Já, þetta ákveðin hugmyndafræði. Og það er mjög margir skólar að tileinka sér þetta og stela þessari hugmynd frá salaskóla. Mjög sniðugt. Hver er tilgangurinn í raun og veru? Tilgangurinn er náttúrulega fyrst og fremst að bara kenna krökkunum að vinna saman og vinna með hvort öðru, hvort sem eru stór eða smá, kenna þeim bara svona samskiptahæfni, leiðtogahæfileika, leita úrlausna og það er margt sem vinnst með þessu. Eru krakkarnir opnir fyrir þessu? Mjög, þeim finnst þetta mjög skemmtilegt og bíða alveg eftir því og eru mjög svekkt ef einhver þetta vegna að missa af, sko. Þannig að þetta hefur heppnast bara rosalega vel og starfsfólkinu finnst þetta ekki síður skemmtilegt, sko. Það eru væntanlega allir góðir í einhverju þegar upp í staðið. Það er nefnilega allir góðir í einhverju. Til dæmis ein þrautin heitir bragðarefur núna og það er hérna þú veist ekki hvað þú ert að smakka og það er náttúrulega alltaf einhver sem er betri en annar í því og til dæmis bara hvaða fleiri þrautir eru með krossgátu, við erum með svona þrauta út að leika og svo alls konar stærðfræðiþrautir, náttúrufrautir. Þannig það er alltaf einhver sem kannski fungerir ekki í íþróttum en er rosalega góður í einhverju öðru. Þannig að og svo reynum við náttúrulega að haga þrautunum þannig að þau passi fyrir alla. Þannig að litli krakkarnir eru góður í sumu og eldri krakkarnir í öðru. Bara svona rétt eins og í lífinu sjálfu? Já, nákvæmlega. Það er bara þannig, við erum ekki það er ekki allir góður í öllu, það er bara þannig. Í hvaða leik eru þið núna? Við erum í grjónapokakasti. Og hvað er gert í þeim leik? Við kastum grjónapoka á svona spýtuplötu og ef maður á að reyna að hitta hún í hólu til að fá 3 stig og ef maður lendir á hvíta þá fær maður 1 stig. Það getur nú verið svolítið erfitt. Já. Þú ert hópstjóri eða ekki? Jú. Hvað gerir hópstjórinn? Hann svona sér yfir krökkunum og gerir ekkert neitt af sér og svona. En er ekki svolítið þá mikilvægt fyrir þig að svona hvetja alla áfram og hrósa þeim og svo framvegis? Jú, það heldur svona liðinu gangandi. En hvernig hefur ykkur gengið? Það hefur bara gengið svona sæmilega. Þannig að þið eru ekkert svona á toppnum heyrist mér á þér? Nei, ég er ekki alveg þar uppi. En er þetta samstilltur hópur? Já, hann er frekar samstilltur. Er ekki svolítið skemmtilegt að taka þátt í þessu? Jú. Þannig maður ekki að læra á þessu. Já, þið náttúrulega lærið heilmikið á þessu. Já, samvinnu og þannig. Er það mikilvægt að vera með samvinnu? Já, í sumum þrautum þá þarf að vera með frekar mikla samvinnu. Hvet ég liðið áfram. Og svo bara í lífinu almennt það ekki, það borgar sig að vera með samvinnu? Já, ég geri það. Í hvaða lið ert þú? Bleikaliðinu. Hvernig hefur gengið? Bara vel. Hvað þið búin að vera að gera í dag? Við erum búin að vera í kubb og smakka svona mat og giska hvað er og giska svona hvað hlutir í poka og eitthvað. Hvernig gekk það?
Bara ágætlega. Fyrst að smakka eitthvað gott? Já. En vont? Já. En ykkar lið, hvernig hefur ykkur gengið svona? Er ykkur að fá mörg stig? Ég veit ekki alveg hvað við erum búin að fá mörg stig. Nei. Hvað haldið þið lærið nú á þessum dögum? Vinna saman, eða ekki? Já. En er það ekki svolítið kunst að vinna saman? Jú. Hvað þarf maður helst að gera til þess að vinna saman? Ekki skilja einhvern út þannig. Já. Er það ekki þannig í lífinu öllu að maður á ekki skilja út undan? Jú, alltaf að leyfa einhverjum, líka, að svara eitthvað. Já. En þessar myndir hérna sem að þið eru að teikna, þið teiknuðu öll að þið séu brosandi, þannig að ykkur líður nú vel hérna í skólanum á Þórshöfn. Já. Þórshöfnar skóli góður skóli? Já. Besti skólinn á landinu? Já, þess mér. Við settum upp leikrit í fyrra og aftur núna í ár og bara ég sá stóran mun á krökkunum hvað þau voru bara miklu flottari. Og ég er ekki að kenna fjölgrundarleik eða þakka fjölgrundarleikunum bara, en við erum svolítið að efla því þessu sjálfstrausti og vera ánægð með sig. Já, leiðtoga hæfileikar, það er nú eitthvað svona sem er ekki öllum gefið í raun. Nei, það er það. Og það er nú, mér minnir það sé eina af þessum fjölgrendum. Það sé svona stjórnunarhæfileikar, mér minnir það. Og svo er bara aðrir sem finnst gott að láta stjórna sér. En þessi æðstu krakkar eru hópstjórar og sjá sinn hóp, koma nú milli staða á réttum tíma, þannig að þau þjálfast í því að þú veist, þurfa að passa sitt fólk. Og það er bara, það hefur gengið alveg glæsilega, sko. Eru það að sjá krakka hérna bara sem að koma verulega óvart, sem bara blómstra? Já. Bara til að mynda í morgun, eitt sem að fungerar bara alls ekki í íþróttum, hann sló gegn í leiklistaþætti hérna inni áðan, sko. Þannig að þú veist, það er alls konar svona, eitthvað sem að maður vissi ekki. En hvað með mælingu á árangri, er það hægt? Sko, sumar þrautirnar eru bara þannig uppbyggðar, það er bara stig. Og þú fær bara stig fyrir eitthvað x ákveði, sko. Svo eru sumar meira svona bara tilfinning kennarans. Og við höfum líka haft það þannig að við gefum plúsa fyrir, sko, kennarar gefa stig fyrir hvernig hópurinn vinnur saman. Það er ekki nóg að einn geri allt fyrir hópinn, sko. Það er mínustig, sko. Hópurinn verður að leita lausna í sameiningu. Þá fær hópurinn plús. Og svo reynum við náttúrulega að allir fái verðlaun, sko. Það er bara þannig. Að fá allir viðurkenningu fyrir sitt framlag. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.